Það hefur verið í gegnum tíðina misjafnt hvað fólk leggur fyrir sig. Oftast hefur það verið þannig að konur sækja í kvennastörf og kallar í karlastörf, en sem betur fer þá hefur þetta verið að víxlast í gegnum tíðina. Konur eru komnar í lögguna og þar fram eftir göttunum. Þetta er stór flugvélamótor sem heldur flugvél fljúgandi og við þetta hefur verið að vinna ung kona sem hefur verið að læra flugvirkjun hér í flugsafninu á Akureyri ásamt 25 strákum. Hún er eina konan sem er að læra þetta. Elsa, Bjarnadóttir. Já, hæ. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Hvað er þetta? Dart-mótor. Dart-mótor. Úr gömlu landhelgisgæsluvélinni. Og Fokker. Fokker. Já. Og kanntu þetta? Veistu hvað þetta er? Veistu hvernig það virkar? Svona, já. Og hvað er búið að gera við hann meðan að þú hefur verið hérna? Við fengum eiginlega bara að gramsa í henni og skoða hvernig hún virkar og taka allt af henni og setja aftur á. Þú segir henni, þú talar um vélina. Ég tala um vélina, já. Er það kannski að þú ert kona og segir þetta svona? Já, það gæti verið. Það gæti verið. En þið hafið samt fengið að taka þetta í sundur? Já. Og gramsa eins og að segja bara eins og þið viljið? Já, bara kynna okkur hvernig þetta virkar og læra að meðhöndla mótorinn og þannig sko. Og er þetta skemmtilegt? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Af hverju valdirðu þetta? Sko, það er eiginlega, ég hef bara alltaf heillast af flugbransanum og sá hérna að vera að auglýsa flugvirkjanámið og ákvað bara að slá til og hef ekki séð eftir því ennþá. Nei, en maður sér bara þegar maður sér svona netta, fallega og unga konu eins og þig. Nei, ég þori ekki að segja þetta. Átti ekki að vera í einhverju öðru? Jú, eiginlega sko. Hvað sagði pabbi? Hvað sagði mamma og pabbi þegar þú sagðir að þú ætlar að gera þetta? Já, svona fyrst í sinn þá held ég að ekki trúa því sko. Já. Svona svo pabbi sagði einhvern tímann. Þannig hann sá mér nú alltaf fyrir sér opna snyrtistofu eða eitthvað þannig. En hér ég. Hérna? Sé ekki eftir því. Já, kom eitthvað annað? Varstu búin að mest einhverju öðru fyrir þér? Þú kláraði stúdentspróf, er það ekki? Jú. Og svo hvað? Síðan, eftir stúdentinn þá tók ég mér árs frí og fór að vinna. Bara svona til þess að ákveða betur hvað mér langaði að gera. Það ég held ég að ég kynnt mér nánast allt og ákveða síðan að sækja komst inn í HÍ og HR í verkfræði. En síðan komst ég hér líka inn og þetta varð fyrir valinu. Já. Fannst það svona mest spennandi, að vera flugvirkjun. En er þetta ekki þá kannski sko, ef þú myndir vilja halda áfram, er þetta ekki þá fínn grunnur að einhverju frekara í verkfræði í flugi? Jú, þetta er eiginlega náttúrulega bara frábær grunnur sem tengist öllu flugi, sko. Hvort svo sem verkfræðinni eða bara vera flugmaður. Er þetta skemmtilegt? Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Já. En þú ert bara ein með öllum þessu strákum. Hvernig gengur það? Bara mjög vel. Þeir eru allir mjög góðir. Og hugsaði vel um þig? Já, mjög vel. Það kannski einn sérstaklega sem hugsaði vel um þig? Já, einn sérstaklega. Já. Þú ert hér ásamt kærastanum þínum og þeir eru bæði að læra? Já. Og hvað svo? Ég meina þeir eru búin hér. Hvað kemur þá áfram í náminu? Þá náttúrulega fyrir við í svokallað on-job training sem eru 35 dagar sem við kynnumst bara eru að vinna á bara sjálf í verkstæðinu. Já. Og þurfum að uppfylla... Í flugvélum þá? Já, bara í flugvélum, lifandi flugvélum. Og eftir það bara að sækja vinnu, fá samning. Sérðu þig fyrir þér upp á væng að gera mið og vinna? Já, ég finnst það mjög spennandi og skemmtilegt og þetta er gaman að þessu. En hvað sögðu vinkonur og vinir þegar þetta kom í ljós? Þeir eru ennþá eiginlega bara hlæjandi, sko. Já, er það? Svona þegar styttist í lokinu, viku eftir þegar maður var svona eiginlega flugvirki. Það er bara að trúa þessu, sko. Það er skemmtilegt. Já, það er mjög skemmtilegt. Það eru ekki margar konur sem eru flugvirkjar í dag? Það er náttúrulega alltaf einhverjar, ég veit 2 íslenskar sem vinna hjá Icelandair. En annars veit ég ekki fleiri, sko, af íslensku. Við töluðum með þetta. Já. Þessi þarna, hann er nú engin smá smíð. Nei. Ertu búin að vinna í honum? Já, við erum búin að skoða hann allan í bak og fyrir. Já. Það er þessi. Þú ert búin að vinna í þessu? Já. Skreiðst þú inn í eins og strákarnir gera? Já, fórum inn á bakvið. Já. Allt saman tekið sundur. Tókum náttúrulega byrjum á að taka öll blöðina og skoða þau hvert og eitt og sjá hvort þau væri í lagi eða ekki. Já, þið þurfum við að gera það. Þið takkið hvert blað og skoðið það. Já. Já.
sjá hvort það séu ríspur eða annað. Já. Síðan alltaf skoðum við alla mótorinn og túrbínunar að innan. Já. Með þess að svo kallu boróskópi. Þú talar bara þetta eins og þetta sé ekkert mál. Nei, þetta þetta ekkert mál. Nei, þetta ekkert mál. Nei. En svo hvernig, eins og maður segir, fílarðu í svona... Þetta svona... Viltu snúa þér einn hring maður sjá hvernig þú eftir? Þetta svona fínt, sko. Já, þetta mjög klæðilegt. Já, ég hefði nú ekki kosið þetta sjálf, en þetta fínt. Hvernig galla myndur þú vilja ef maður mættir á það? Ekki samfesting kannski, bara buxur og þessu, ekki svona fast saman, maður alveg, svo getur köttustundum í þessu. En þú ert bara ánægð með þetta og þú sko, eins og ég segja, þú ert bara alveg til í að fara og vinna við þetta? Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi. Ertu alltaf skítur á höndunum? Jú. Má sjá? Ekki núna, ég er mjög fín núna. Þú ert mjög fín núna? Já. En vinnurðu með sko hanska? Já, kennarinn eru mjög duglegir að láta okkur vera með hanska og grímur og... Svona öryggisatriði? Allt öryggi númer 1, 2 og 3. Hvað eru verkfærið þín? Hérna eru sem sagt verkfæri mín. Þetta eru verkfærin? Já. Það skiptir líklega af og... Og veistu hvað stærðir þetta eru? 5/8? 5/8. Stendur á þessu. Já, stendur. Þetta er alveg svona... Já. En þetta eru sérstök verkfæri sem að flugvirkjar þurfa að eiga? Já. Þannig að þú þarft að eiga svona tösku? Já. Það er nú samt komið í flestu stóru fyrirtækin að þeir skaffi verkfæri. Það er svona minni fyrirtækin, svona enga. Elsa, nú segir mér, hvað ertu búin að brasa síðan komst hingað til Akureyrar, í hvaða vélum ertu búin að vinna og hvað ertu búin að gera? Hitt og þetta sko. Já. Við erum búin að vera í þristinum og... Gamla þristinum? Gamla þristinum. Já. Búin að vera í Fokkernum, landhelgisgæsluvélinni. Já. Og aðeins í bílskraftinum. Já, gamla bílskraftinum. Já. Eru svona mótorar inni í náminu? Vinna við svona mótorar eins og til dæmis gamli, eins og í bæði DC3 og svo í bílskraftinum? Það er náttúrulega alltaf farið aðeins inn á þetta sko. En annars er svona meira stimplað inn á dartmótorinn og þoturhreyflana. Svona alltaf þoturhreyflana? Já. Þú kemur til með þá væntanlega vinna við það? Já, stefna því allavega. Já. Þannig að þú ert ánægð með þetta? Mjög svo. Já, það er ánægilegt að heyra og hvað, ekki búin að vera fínt að vera á Akureyri? Mjög gott, jú. Mjög fínt. Já. Mjög skemmtilegu bær. Þá hérna, Elsa mín, þakka ég bara fyrir þetta. Já, takk fyrir mig. Og ég farnist þér vel. Já, takk fyrir. Næst þegar ég flýg, þá spyr ég, var Elsa Bjarnadóttir að vinna við þessa flugvél? Já, það er gott að heyra. Takk fyrir. Takk fyrir.